Klár. Já. Já. Já, góðan og blessaðan daginn, kæru áhorfendur. KFTV heilsar ykkur hér á föstudegi úr Blue höllinni í Keflavík. Framundan úrslitaleikur í 10. flokki kvenna, Stjarnan, Keflavík. 2 efstu liðin í deildakeppninni mætast hér í hreinum úrslitaleik sjálfan Íslandsmeistara titilinn og Keflavíkurstúlkur á heimavelli. Það þó bara tilviljun þar sem að Keflavík tók að sér að hýsa hér 10 úrslitaleiki yfir helgina og framundan mikil veisla hér hjá okkur á KFTV. Ég heiti Sigurður Friðrik Gunnarsson og ætla að vera með ykkur hér í þessari útsendingu og með mér tæknimaðurinn og undrabarnið Einar Björgvinsson sem er hér í fjarvinnu að stýra útsendingu úr sumarbústað í Grímsnesi. Á myndavélinni Sigurður Karl Guðnason. Nú verið að kynna liðin og við zoomum hérna á liðin. Á Íslandsmótinu í körfuknattleik. Þetta síðasta keppnishelgin, þetta keppnistímabil og við ætlum að njóta. Við ætlum að hafa gaman í kvöld. Nú, við ætlum að byrja því að kynna dómara leiksins. Það Guðmundur Ragnar Björnsson, Einar Valur Gunnarsson og Fredrik Alfred Capella. Gefið þeim góðla. Þriggja dómara kerfi hér í dag. Stjörnurnar inn, númer 3, Fanney María Freysdóttir. Byrjum á því að fara yfir lið stjörnurnar. Það númer 3, Fanney María Freysdóttir. Númer 4, Kolbrún María Ármannsdóttir. Númer 7, Tinna Diljá Jónsdóttir. Númer 9, Heiðrún Björg Hlynsdóttir. Númer 11,
Hára Björk Óladóttir, númer 11 afsakið, númer 13 Magnea Rán Hjörleifsdóttir, númer 14 Ninja Kristín Logadóttir, númer 17 Pá Guttormsdóttir Frost, númer 17 Ísold Sævarsdóttir, númer 18 Ingibjörg María Atladóttir og númer 19 Elisabeth Ólafsdóttir, þjálfarar Stjörnunnar Adam Kasper Darbó og Vignir Freyr Magnússon aðstoðarþjálfari. Nú lið Keflavíkur, númer 4, Hanna Gróa Halldórsdóttir, númer 5, Sigurlaug Eva Jónasdóttir, númer 6, Sigurbjörg Diljá Gunnarsdóttir, númer 7, Alma Rós Magnúsdóttir, númer 9 Ásdís Elva Jónsdóttir, númer 10, Stella María Reynisdóttir, númer 11, Ásdís Lilja Guðjónsdóttir, númer 12, Kamila Anisa Aref, númer 15, Hrönn Benunnisdóttir, númer 19, Ásdís Freyja Georgsdóttir, númer 27, Sigrún Viðarsdóttir og númer 28 Birgitta Björnsdóttir. Nú þjálfarateymi Keflavíkur, það eru feðgarnir Jón Halldór Eðvaldsson og Arnór Daði Jónsson. Númer 28, Birgitta Björnsdóttir. Nú þjálfarar Keflavíkur eru Jón Halldór Eðvaldsson og Arnór Daði Jónsson. Nú í liði Stjörnurnar er að finna nokkra leikmenn meistaraflokks kvenna hjá Stjörnunni sem að hafa gert virkilega gott mót í vetur, unnu fyrstu deildina og eru á leið upp í Subway á næsta tímabili og hafa þær ekki tekið mikinn þátt í leikjum 10. flokks kvenna í vetur en voru þó með hér í undanúrslitum í bikarnum þegar að þessi lið mættust einmitt hér í Blúhöllinni fyrir vetur í undanúrslitum í bikar þar sem að Stjarnan fór illa með Keflavíkurstelpur og sigraði sannfærandi. En leiki liðanna í deildarkeppninni fóru þannig að Keflavíkurstúlkur báru sigur úr býtum í báðum leikjum. En sem áður segir, Stjörnustelpur ekki með sitt fullmannaða lið í þeim leikjum. Það eru gaman að fylgjast með baráttu Ísoldar Sævarsdóttur og Ásdísar Elvu Jónsdóttur í Keflavík. Tvær hörkuduglegar stelpur sem að geta spilað fína vörn, aggressívar á körfuna og leiðtogar sinna liða. Keflvíkingar án einnar af sinnum lykilmönnum en Eva Karlsdóttir er frá vegna meiðsla, búin að vera í þó nokkuð tíma, misti meðal annars af Scania Cup þar sem að stelpurnar náðu þó að landa 5. sæti, virkilega vel að verki staðið. En þær munu sakna hennar hér undir körfunni í kvöld og allra hennar frákasta. Styttist í hefjum hér leik. Hér á eftir, strax að þessum leik loknum er annar frábær slagur framundan í 11. flokki drengja þar sem að ÍR, núverandi Íslandsmeistarar, ætla að etja kappi við Stjörnuna og rimmur þessara tveggja liða ÍR og Stjörnunni í 11. flokki hafa verið sannkölluð veisla í vetur, hart barist. Nú umgjörðin öll svo glæsilegasta hér hjá okkur í Keflavík, skilaði vel að verki staðið, búið að vera nostra hérna við hvert fermetra í húsinu fram að leik. Sjoppan opinn og hamborgarar á grillinu. Velmanna ritaraborð og allt upp á 10 sýnist mér. Stjörnustúlkur í sínum hefðbundnu bláu búningum, þannig að heimakonur í Keflavík hér með sína hefðbundnu heimabúninga, hvítir. Æ, blessaður meistari. Hvað segirðu? Ég er góður. Ekki?
Hér hver stjarnan og eftir öðrum að labba inn í húsið. Ég var á Þorbjörni, Sælir. Ég var á Þorbjörni með Kalla maður. Lúðvík Jónasson, nýkominn af Þorbirni, segir hann á mettíma. Já. Aldrei verið betri. Mættur að styðja sína stelpur. Yfir Þorbjörn, frá Bláa Lónsmegin og yfir og með frá fjöllum. 58 mínútur. 58 mínútur segir hann. 58 mínútur umhverfis keili yfir. Erfiðasta hjallan segir hann meira að segja. 58 mínútur, hann skorar hér með á hvert sem að gera betur helgina. Efast ekki að einhverjir hlustendur taki þessari áskorun. Liðin tilbúin hér. Byrjunarlið Keflavíkur, það Hanna Gróa, það Ásdís Elva, það Kamila Anísa, Alma Rós og Stella María. Liði Stjörnunnar, þar þetta. Leikurinn kominn á stað, svo ekki þetta, fyrir við byrjunarliðin hérna eftir. Stella. Sækir að Báru og, nei, misheppnuð sending hérna. Stjörnustúlkur kom í sókn. Ísold ber upp boltann. Á móti Ölmu. Það hindrun, keyrir á körfuna, út í hornið, frítt skot og það dettur. Það dettur glæsilegt skot hér hjá Báru. 2-0, ekki þristur þó. Ásdís Elva á Hönnu Gróu, hún sækir að körfunni. Tekur sitt eigið frákast, Ásdís Elva með gott opið skot, það klikkar. Það Kolbrún María sem tekur frákastið og ber upp boltann, sækir hér að Kamilu Anísu. Og aftur Bára í horninu, nú það þristur. Þessi af. Stella með frákastið og þetta fyrsta villan í leiknum og það á Báru. Bára Björk Óladóttir, 169 cm bakvörður. Það Kamila, sækir hérna gegn Elisabetu. Alma fyrir handoffi hérna við Stellu, fær svo hindrun. Hanna sækir að körfuna. Nei, Alma með frákastið, frítt skot í horninu, Ásdís Elva, ekki niður. Alma með frákastið. Kamila á körfuna, galop í layup, frábærlega gert. Kamila Anísa að jafna hér leikinn, 2-2. Fer vel af stað. Ísold og Ölmu. Frábærlega leist inn þarna. Vel gert hjá Kolbrúnu, leist upp að baseline. Bjó til auðvelda sendingu þarna fyrir Ísold. Alma. Það skiptar í skiptivörninni, Ásdís kikkar út í horni og Ölmu, hún sækir. Þetta skot víðsfjarri og Ísold sækir hratt. Mikill íþróttamaður Ísold. Fer hérna alla leið á körfuna, þetta glæsilega gert. Mikið vald á boltanum. Mikill styrkur, mikið jafnvægi. Og Hanna sækir á Elisabetu. Hún frábær varnarleikur í Elisabetu, hún ber upp boltan sjálf. Það hérna í hraðaflapi 3-2 og það Ísold sem sækir á Ölmu og þetta villa. Á Ásdísi sýnist mér. Fyrsta villan á Keflavík í þessum leikluta. Bæði lið með eina liðsvillu. 6-2 Stjarnan. Kolbrún. Ísold færa, hún full opinn. Aftur á Báru, henni líður vel í horninu. Já, þryggjast eða karfa, 9-2. Hún var galopinn hann í horninu. Boltinn flýtur mjög vel í gegnum stjörnusóknina. Það var Hanna á Kamilu. Finnur Hönnu undir, frábærlega sílað og klárað. Góð sendingin og Hanna gerði allt rétt þarna. Kom sér í frábæra stöðu. Stjörnustelpur fljótar upp völlinn. Bára. Kolbrún sækir inn í miðuna. Nær ekki að klára, tekur sitt eigið frákast og klárar. Vel gert, áræðin. Hanna
beint fram á Stellu sem fljótu upp og hún sendir hér á Ölmu. Alma, nær hún að klára? Já. 11-6. Mikið sóknarleikur og Keflvíkingar gera vel. Neyðar hér í turnover. Tapaði bolti. Hanna, Elisabeth gegn henni, Ásdís í horninu, Kolbrún á henni, kemur skrínið, þær skipta. Kamila og Ísold, smá barningur. Vel gert hjá Hönnu þarna. Vel, óheppin. Óheppin þessi fór ekki niður, það eru fljóta fram, Elisabeth. Róar þetta niður, Kolbrún, hún tekur það bara. Ekki vildi það niður, Elisabeth fyrst í frákastið og Bára. Þessir af líka og þetta er Keflavíkurbolti. Hára kom með lögheimilið þarna í hægra horninu. Líður vel þar, vinnilega. Og Hanna er ekki að klára þetta, vildi fá villuna, ekkert dæmt. Stjörnustelpur fljótar upp, það er Bára, hún sækir, finnur Ísold í stuttan jumper, hittir ekki, en Elisabeth alltaf í öllum boltum í frákastinu, næri þó ekki. Hann er orðið niður, finnur Ásdísi hérna, beint í ryþma skot, þetta er ryþma þristur, stígur beint inn í skotið, ekkert nema net. 11-9. Ísold með frábæra snúning. Kíkja nú út aftur, Kolbrún ræðst á körfuna, fer alla leið og klárar og fær villuna að auki. Falleg Stjörnusókn. Driving kick. Það þarf ekki alltaf að vera flókið. Fyrsta villan á Hönnu Gróu. Kolbrún setur vítið, setur muninn hinn í 5 stig. Kamila setur upp. Alma. Sækir upp körfuna, tapaði bolti, Kolbrún nær honum. Þar sækir hratt, Elisabeth fyrst fram og hún hlýtur að klára þetta. Nei, nær sínu eigin frákasti og Kolbrún. Þetta er onni. Stjörnustelpur mun ákafari í frákostunum hér í byrjun leiks. Kamila sækir, missir boltan. Stellan er að halda þess á lífi. 6 á skotklukkunni. Kamila verður að fara alla leið. Nær að koma skoti upp og klárar. Smekklega gert. Ísold ösku fljóti upp völlin, enginn mætir henni, hún fer bara alla leið og klárar. Þetta er of auðvelt. Ísold nýtir sér þetta. Enginn sem hægir á henni. Sama hér, Hanna Gróa, alla leið. Ekki vildi það niður, óheppin. Vel gert hjá Stellu, nær að stela þessum bolta, kemst inn í sendinguna. Alma missir þennan beint í hendunar á Kolbrúnu. Hér er Bára. Aftur á Kolbrúnu, góð vörn í Ásdísi en Kolbrún sterk og klárar. Munurinn 9 stig núna, 20-11. Og þetta er klaufalega gert hjá Keflvíkingum. Og það er Bára sem setur auðvelt sniðs og þetta er stólinn bolta. Og Jón Halldór og Arnór taka leikhlé. Munurinn 11 stig. Full mikið að flýta sér hérna Keflavíkurstelpur. Það verð sending yfir hálfavöllinn og auðvelt að komast inn í þennan og klára. Stjörnustelpur byrja þetta vel. Nú gott að minna á þá sem að ætla að horfa á útsendingar frá okkur að það þarf að refressa eftir hvern leik til þess að komast inn í næstu útsendingu. Mun minna á þetta aftur. Þannig að þegar þessum leik lýkur fyrir þá sem ætla að fylgjast með ÍR Stjarnan að mun að refressa
hjá sér síðuna. Þrjár 48 eftir hér að fyrsta leikluta og 11 stiga munur. Keflavíkurstjörpur gera ágætlega sóknarlega en vörnin verið götótt. Stjörnustelpur ná að skapa sér mörg auðveld færi. Þetta bara rétt að byrja. Stjörnustelpur gera skiptingar. Hérna kemur Bó, númer 8. Og Fanney hér númer 3. Stjörnustelpur hér að pressa boltamanninn upp allan völlinn. Heiðrún hér á Hönnugrófu, tekur svolítinn tíma, koma sér inn í sóknina. Kemur Kamila. Með smá hyggskref og fer alla leið á Kolbrúnu. Nær ekki að klára, Stella heldur þessu á lífi. Birgitta með sendingu á Ásdísi, Ásdís með þristinn. Aftan á hringinn, Fanney leggur á stað. Kemur hún á Kolbrúnu. Keflingar ná að hægja hérna aðeins á sókninni hjá þeim. Eitt kött inn, það er Bó með frábæra fótavinnu, nær ekki að klára. Og þetta er stólinn bolti, Hanna Gróa kemst inn í þennan, Ásdís. Finnur Birgittu, Birgitta með greiðarlega körfinni, ákveður að gefa hann á Kamilu. Kamila í erfitt skot, hann rúlar af hringnum, Kolbrún með frákastið. Finnur Bó á köttinu, frábært kött þarna hjá Bó. 24-11. Koma Keflavíkurstúlkur. Það er Birgitta. Kamila hugsaði sig þarna í skotinu. Svolítið 1 á 1 núna. Sókninu Keflavík orðin mjög hikandi. Skóklukkur að renna út. Ásdís nær ekki að klára. Og dómaraleiksins dæma hér bara skóklukkan hafi runnið út. Þá skipta stjörnustelpur. Kolbrún og Bára koma hér út af. Og Tinna. Og að mér sýnist Ingibjörg verður að koma inn á. Og Fanney sækir hér Ásdís Elfu. Tinna, Finnur Bó, fær hindrun frá Fanney. Nær ekki að klára. Birgitta með gott frákast, bent á Stellu. Keflvíkingar reyna að sækja hratt. En Bó með frábæra hendur hérna kemst inn í þetta. Kamila lengi að skila sér, stjörnustelpur einum fleiri hérna í smástund. Fanney sækir að Birgittu á Bó í þristinn. Ekki fer þessi niður og Kamila með frákastið en klaufalega gert. Ísold kemst inn í þetta, hún er þekkt fyrir að stela mörgum boltum og hún ræðst hérna á körfin og klárar ekki. Virkilega aggressív, varnarlega, sem og sónarlega. Ísold, frábær íþróttamaður. Spila stórkostlega fyrir meistaraflokk í vetur. Hanna á körfina. Nær ekki að klára, Keflvíkingar í vesinni að klára upp við hringinn. Nú 13 stig, mínúta eftir af fyrsta leikluta. Og hér er það Ísold, þessi víðsfjarri. Opið skot þó. Gera Keflvíkingar skiptingu. Út af kemur Stella María og inn á kemur Eva Jónasdóttir. Stjörnustelpur pressa. Hanna Gróa í vesinni að koma honum inn. Allt undir kontról samt. Kamila. Hendoffuð við Evu. Hún ræðst á körfuna ófeimin, sækir villu. Fín innkoma þarna hjá Evu. Skipta stjörnustelpur. Ísold út. Inn kemur Bára. Björk Óladóttir. Hanna postar hér upp.
á Báru, aftur út á Ásdísi, laglegt. Stuttur, Eva með frákastið og sækir aðra villu. Flott innkoma hjá Evu. Búin að sækja 2 villur og 1 frákast hérna á nokkrum sekundum. Áræðin. Keflingar eiga hann hérna undir körfunni. Eva fær hann. Fer allalega á körfuna, óheppin að klára ekki. Fanny með frákastið, hún sækir, hún er 1 og 2 hérna. Lætur bara samt vaða, nei. Stilla þér upp að Tinna. Sækir á hringinn, nær í villuna. Smá skref lykt þarna af þessu, en sennilega hárrétt hjá dómurum leiksins. Búin að vera með þennan leik í lás hérna í fyrsta leikluta. Allt í teskeið. Já, Keflingar verða að klára þessi færi upp við hringinn ef það er ætla að halda í við stjörnuna hér. Búa sér ekki til of djúpa hólu. Fyrsta vítið steinleikur á Tinnu. Síðara líka. Kemur Stella María aftur inn og Hanna Gróa út. Fínar mínútur í Hönnu. Hún var óheppin upp við hringinn. Stella, sækir að Fanney. Ásdís, hér eru það í yfirtölu, finna opnamannin, Eva, ófeimin að láta vaða. Birgitta í frákastinu, en stjörnustelpinn ná þessu. Hér er Bó. Finnur Fanney, út í horni. 10 sekundur eftir, spilaður upp á 1 skot. Ingi Björg, sækir á Kamilu. Og villan og karvan góð. Glæsilega gert hjá Báru, nú fór hann bara í hitthornið. Óhrætt. Setur þristinn og villa dæmt. Fyrsta villan á Evu. Sigurlaug Eva. Það er 2,2 sekundur eftir, munurinn 18 stig hér í fyrsta leikluta. Vítið, ekki niður, Ásdís nær síðasta skotinu, ákveður að taka það ekki. 29-11 til fyrsta leikluta. Sannfærandi spilamennska hér á stjörnunni, verið mjög klínískar í sínum sóknaraðgerðum. Lokað vel varnarmegin. Já, svona þokkalega. Keflingar svona sjálfur sér kennt að vera ekki með fleiri stig á töflunni heldur en 11. Smá taugar þandar hérna í þessu. Það er ágætis mæting hérna í Blúhöllina. Ágætis mæting hjá hérna stjörnumegin og ef við kíkjum hérna aðeins Keflavíkurmegin, það er bara þéttsetni bekkurinn. Alltaf ánægilegt. Stigahæstar hérna eftir fyrsta leikluta hérna á liði stjörnunar. Þar er Tára Björk kom með 10 stig. Kolbrún með 9. Ísolt með 4 og Tinna og Bó með sikkur 2 stigin. Í Keflavík er Kamila komin með 4 stig og Ásdís Elva 3. Og það er Hanna Gróa, Alma Rós og Ásdís Lilja með sikkur 2 stigin. Ekki alveg vissum að þetta sé nú alveg rétt. Ég held að Ásdís Lilja hafi ekki komið við sögu í leiknum en þá. Það skiptir nú svo sem ekki öllu máli.
Annar leikandi kominn að stað. Ísolt fær hindrun frá Elisabetu. Frábær vörn Bára á Kolbrúnu. Kolbrún hættir við skotið, spinnar hérna inn í tein og klárar. Snyrtilegt, góð fótavinna. Munurinn orðinn 20 stig. 31-11. Ásdís keyrir á hringinn. Nær ekki að klára. Elisabeth í frákastinu en Stella kemur og klárar. Hirðir upp mólana, skilar þessu niður. Ásdís á Bó. Bó hikar ekki við að taka hana þrist og setur hann. Mikið sjálfstraust í Bó. Þegar hún kom inn á Hanna. Út á Sigurlaugu Evu með þristinn. Svarar hún? Nei. Kolbrún með frákastið. Það er æða af stað. Kolbrún biður hindrun, fær hann ekki. Finnur bara Báru í horninu. Það er ágætis uppskrift. Ísolt með frákastið og kjötar sig að körfunni. Nær þó ekki að klára. Og Sigurlaug Eva. Ég ekki bara segja Eva. Nær frákastið og sækir hér villu á Ísolt. Hennar fyrsta villa. 34-13. Stella. Elisabeth varnar. Stella snýr henni hér í alls konar hringi. Það er tvöfald á hana. Hanna lætur hann ganga út í horn á Ásdísi. Tekur skotið með mann í andlitinu. Það er af. Og Stjörnustelpur fljótar upp völlinn. Kolbrún lítur í kringu sig. Stjórnar eins og herfóringi hérna. Kemur mönnum í stöðum. Hér kemur tvöfald skrín sem Bóa á að fá. Þarf að hætta við það og Ísolt kemur af því. Sækir á Stellu. Fyrir alla leið. Kikkar út á Báru. Bára. Þriggjastiga skot. Það er af. En það er Bó sem að nær þessu. Elisabeth á Ásdísi, smá hæðamunur, þetta er skref. Góð vörn í Ásdísi hérna, lokaði vel á allar leiðir. Það er meiri lengd í Stjörnustelpunum. Þær nýta sér það hér, sækja að fara á eftir hverju einasta frákasti. Ásdís, sækir á Kolbrúnu. Finnur Stellu. Nei, Ísolt kemst henni þinnan. Finnur Kolbrúnu sem er fyrst fram. Fer og klárar. Auðvelt. Transition. Það vilja hlaupa. Það er hindrunum frá Ásdísi. Einu á Kolbrúnu. Stefnubeiting, allalega á körfuna. Nær ekki að klára. Og Ísolt er farinn. Sækir alla leið á Evu og klárar ekki. Fín vörn hjá Evu þarna. Bára í horninu, aukasending á Kolbrúnu. Þolimóð. Finnur Elisabetu með flottan snúning. Nær þó ekki að sækja frákastið og það er Sigurlaug Eva sem að leggur á stað í sóknin. Kolbrún nær þessu bolta. Hér er tvarum á deinum Ísolt og Elisabeth og þetta er auðvelt sniðskot. Já, 25 stiga munur. Keflavíkurstúlkur verið sjálfur sér vestar hérna byrjun leik, svo hér er Ásdís í smá vesinni og þetta er tapaður bolti. Jón Halldór tekur hérna þrefalda skiptingu. Inn á koma þær Alma, Ásdís, Lilja og Kamilla. Út á kemur Birgitta, Ásdís, Elva og Sigurlaug Eva. Smá örvænting svona í andlitum Keflavíkurstúlkna hér á bekknum. Þetta er ekkert svakalega bjart. 25 stiga munur og rétt tæplega 15 mínútur liðnar að þessu leik. Baseline cut hjá sig Elisabetu, finnur Kolbrún í horninu. Frákast. Og brotið á Báru þarna. Fyrirgefið Heiðrúnu, afsakið. Svo er skot, villan dæmt hér á Stellu Maríu, hennar fyrsta villa. Stjarnan að skjóta hérna, já,
mjög vel, eru hér í 59% í tveggja stiga skotum og í 30% í þriggja. En Elísabet nær þessu frákasti. Þetta er dýrt. Staðan 24-13 í frákastum hér fyrir Stjörnunni. Það er bara líka frábær vörn hjá Kamilu. Frábær vörn þarna. Snýr beint inn í hana, þvingar uppkastið. En þetta kom alltaf eftir sóknarfrákast. Og þar sóknarleikur Keflavíkur að verða markvissari. Kamila gerir vel hér, sækir hér villu á Heiðrúnu, hennar fyrsta villa. Önnur liðsvilla Stjörnunnar í öðrum leikluta. Stella með greiðarlega körfunni. Finnur Hönnu. Hanna sækir að Fanney sem gerir vel. Frábær sending út í hornið á Ölmu. Þessi er ekki niður. Ísold er frekust í frákastinu. Þannig að Magneu og Magneu aftur á Ísold og Ísold þeir og sækir villu á Stellu. Maríu, hennar önnu villa fyrir slátt. Og dómarinn með það sem svo að hún sé búinn að taka upp boltan og komin í skotreifingu og velunna Ísold með 2 vítaskotum. Ekkert nema nælon, fyrsta vitið. Ísold á að skora hér. Kom með 6 stig, 40-13. Kamila. Fyrir allar, nei. Veldur Ölmu sem að fær hér greiðarlega á vinstri á körfunni og sækir villu á Ísold. Ekki sammála. En nú oftast raunin þegar maður fær denda á sig villu, maður er sjaldnast sammála. Svo það er fullur skilningur á því. Alma hér í fyrsta sinn á línunni í kvöld. Getur bundið enda hér á smá þurrk, stiga þurrk heimakvenna. Fyrravítið ekki niður og ekki seinna heldur, en Hanna með frákastið og fær auðvelt sniðskot og setur hann niður, 40-15. Ísold ver boltan upp á móti Ölmu, nær að finna auðvelda sendingu og það er Magnea. Nýkomin inn á, hún var ready. Það er tvistur segja þeir, stíga línuna. Keflingar hnúða sér í gegnum vörðina, Alma galopinn að undir, hún klárar 42-17. Annar leikluti hálfnaður. Og Fanney með eina gafbreytingu og framhjá. Og finnur Heiðrúnu í horninu í opinn þrist. Óeigingjarnt og einfalt hjá Stjörnunni. Skemmtilegu körfubolti. 45-17. Nú Keflavíkurstúlkur ekki að skjóta boltanum neitt sérstaklega vel, er að skjóta hérna 7 af 24 í tveggja stiga skotum, 29% nýting og 1 af 5 í þristum. Og munar talsverðu í nýtingu, annar liðið með 29% nýtingu og hitt með 60%, það er að segja í tveggja stiga. En ákefðin í vörninni meiri Stjörnumegin. Aggressív vörn og sækja hratt. Keflingar í smá basli með varnarleikinn og smá hýgt, eða högt afsakið, sóknarlega. Þurfa að finna annan gír til að koma sér aftur inn í leikinn.
láta eitthvað sækja hann fyrir. Ásdís. Og Ásdís Lilja. Kamila. Út í hornið, Ásdísi Lilju. Gabreng og skot. Og ekki vilda Nonni. Og frábær vörn á Ásdísi Elvu. Hanna á Ásdísi Lilju. Hún út á Ásdísi Elvu með galopin þrist og þessi dettur 45-20. Þær þurftu þetta. Arnór Daði reynir að kveikja hér í sínum stelpum á bekknum. Vill fá meiri læti. Og frábærlega klárað. Æjæjæjæjæ, hér sýnist mér Ísold verða fyrir smá ökla hnjaski. Sótti þarna virkilega sterkt á körfuna og kláraði vel þarna yfir Ásdísi Lilju sem var einu skref og sein þarna í að taka rauningin. Smá ökla hnjaski, en mér sýnist Ísold vera nú ekkert mikið að fenga sér þarna, bara að reyma skóna og áfram gakk. Eins og Sigurður Ingimundarson hefði nú orðað það hér forðum daga eins og hann orðaði að ökla meiðsli engin meiðsli. Ráði nú hver, hvað segir maður, hæmi nú hver fyrir sig það. Ísold allavega sammála. Veður hér á línuna og klárar þetta víti eins og ekkert af því skorist. Grjóthörð. Stjörnustelpur halda áfram að pressa. Virkilega vel gert hjá Fanney hérna. Heldur henni vel fyrir framan sig. Ásdís með frábæra gapreiðingu, sækir út Alma á körfuna og klárar. Vel gert. Fallegt. Þetta var aggressíft. Ísold. Þeir allavega á hring. Nei, vel gert hjá Ásdísi. Hún beið og beið og beið eftir henni. Spurning hvort að Keflavík ná að sækja hratt hérna. Alma, Hanna, Ásdís, aftur í ryþmann. Nei, ekki vildi þessi niður. Kolbrún með frákastið. Skemmtilegt að sjá í liði Stjörnunnar. Sá sem tekur frákastið, hann verður bara leikstjórnandinn og fer á stað. Keflvíkingar brjóta hér af sér við miðlínu. Alma Rós með sína fyrstu villu. Keflavík þá konur með 4 liðsvillur. Næsta villa þá skotréttur. Kemur Ninja inn hjá Stjörnunni og Bó. Þetta er tapaði bolti. Aðeins og há sendingarni á Bó. Keflvíkingar skipta. Stella kemur hér og leysir Ásdísi Lilju af hólmi. Flottar mínútur sem Ásdísi. Allt í botni. Aggressív. Smá reikistefna hérna á Ritaraborinu. Sýnist þó allt vera klárt til að halda leika áfram. Ásdís í á móti Fanney. Fanney frábær varnarmaður 1 á 1. Kamila á Hönnu. Ásdís fær hér hindurinn frá Hönnu. Neitar henni. Kamila á Kolbrúnu, ákveður að sækja á hann alla leið, nær ekki að klára en Hanna með frákastið og villan dæmt hér á Ninju. 4. liðsvilla Stjörnunnar í leiklutunum. Ætti því að vera ákveðin gulrót í báðum liðum að sækja köruna. Hanna í hugarskotið, hætti við, fer hérna í handoff við Ölmu sem sækir til vinstri og fer alla leið á hringinn. Hann skoppar af, svona er þetta búið að vera svolítið hjá Keflavíkurstúlkum, hefur svolítið verið að skoppa af hringnum hjá þeim. Ninja á Hönnu og Hanna nær að komast inn í þetta, frábæra hendur. Keflvíkingar reyna hér að munið Stella langt fyrir utan. Víðsfjarri. Kolbrún með enn eitt frákastið.
Og villa á Ölmu, setur hérna báðar hendur á hana og það þýðir þá bara það að Kolbrún hér að fara á línuna í 2 skot, kominn bónus. Kolbrún búin að vera hérna algjörlega frábær hérna í fyrri hálfleik, kominn með 13 stig og 9 fráköst fyrirgefið, 3 stólna bolta, 2 stóðsendingar. Frábær fyrri hálfleikur hjá henni. Yfirvegurinn uppmáluð, Blæsing Junös. Bæði niður, 50-22. Kemur Almarós út af, innan kemur Hrönn Benónísdóttir. Stella. Stýtir upp. Finnur Ásdísi sem ákveður að sækja hér að Fanney. Finnur Stellu úti, 8 sekúndur á skóklukku. Stella reynir að sækja hér til vinstri, nær ekki að klára. Hanna með enn eitt frákastið og klárar, vel gert hjá Hönnu. Og Stjörnustelpur taka hér leikli. Stöðunni 50-26, 2:30 eftir. Já. Hanna búin að vera svona mest áberandi Keflavíkur megin. Komum hér með 8 stig og 3 fráköst, öll sóknarfráköst. Við varum bolta, nei afsakið, það er ekki rétt hjá mér. 2 villur. Keflavíkurstúlkur 26 stigum undir hér, 2:30 eftir. Stjarnan búin að rúlla öllum bekknum hér þessa fyrstu 2 leikluta. Allir komið með eitthvað að borðinu. Tinna, vill á Hönnu. Jón Halldór ekki sammála því, ekki Arnór Daði heldur. Fannst þetta eitthvað soft, en dómararnir vissir í sinni sök og þetta sendir Tinnu beinustu leið á línuna. Ekki eitthvað sem að Keflavík þurfti á að halda þarna. Að brjóta á sóknarvelli í bónus. Tinna fyrir að vitjara. Freistaði sér að sækja stig númer 3 hjá sér og það er í. Og Alma skiptir við Hönnu sem er komin með 3 villur. Svegt út í sjálfa sig að fengi þessa 3. Ásdís sækir alla leið, finnur ekkert nema hendurnar á Kolbrúnu sem æðir bara upp völlinn. Skemmtilegt. Fer vel með boltan, Kolbrún. Bó biður mann beint á Kolbrún í horninu, skemmtilegt. Þetta er 3 stiga karfa. Boltinn flýtur ofboðslega vel hjá Stjörnunni. Fljótar að taka ákvarðanir, spacingin góð. Kamila, Ásdís Elva. 7 sekúndur á skóklukku. Svolítið styrt hjá Keflavík núna, verða að fara í neyðarskot. Ásdís Elva, ekkert nema loft. Fanney skiptir við
Báru. 55-24, 31 stigs munur. Alma kemst inn í þennan bolta. Stjarnan á þá yngast hér á hliðalínu. Frábærlega gert hjá Bón, líður vel með boltan greinilega. Skemmtilega hreyfingar þarna hjá henni. Kolbrún biður hindrun, fer svo bara á Hrönn og Kamilu alla leið og nær ekki að klára en sækir villuna. Kolbrún búin að vera gjörsamlega frábær hérna í fyrri hálfleik. Fyrir að rítið af. Komið með 18 stig. 10 fráköst. 4 stólna bolta. Seinna víti niður, 56-24. Ásdís Elva. Stella, já. Galopi drive. Nær ekki að klára. Kamila með frákastið og Alma þarna seinna frákastið og Bóver þetta bara. Segir bara bless. Óöppin þarna, takk ekki frákastið, sló boltan út af. Svegt með sjálfan sig, hann hafi ekki gert betur en frábærlega varið skotarni hjá henni. Mikið lengd í henni. Mikið íþróttamaður. Bó. Ásdís. Sækir út á Ölmu, Alma og Stellu. Stella dræfa til vinstri. Reynir að klára, gengur ekki. Var með Hrönn í horninu. Og Kolbrún. Kíkir á völlinn. Finnur Bó. Verið í horninu. Fanney. Bó. Íhugar það. Tekur svo bara flóterinn hérna. Hann af. Tinna berjast um frákastið. Nær ekki að halda þess inn á. Keflavík á þennan bolta þegar 40 sekúndur lifa hér á fyrri hálfleik. Ásdís kemst fram hjá Fanney. Finnur lausamannin í horninu. Stella með opinn þrist. Gengur ekki. Kolbrún með henni frákastið og æðir af stað. Finnur Fanney. Aftur á Kolbrúnu sem fer til hægri og finnur svo út í horninu Tinna. Nei. Hverjir eru mættar að slást um frákastið? Það er Bó. Finnur Fanney. Nei. Og Alma með frákastið. 8 sekúndur eftir. Stella. Kamila. 4. 3. Ásdís Elva með þristinn. Oni. Flautu þristur til að loka fyrir hálfleik. 56-27 fyrir Stjörnunni. 29 stiga munur verið einstefna hér í fyrri hálfleik. Stjörnustelpur klínískar, aggressívari, fara á eftir öllum frákostum. Sóknarleikur Keflavíkur verið stirður. Það er eitthvað sem að Jón Halldór og Arnór eru að fara yfir hérna með sínu stelpum. Adama Darbó og Vignir. Það var bara að viðhalda þessari orku hjá Stjörnunni. Nú atkvæðamestar hér í félagahópnum eins og segir. Þar er Stjörnumein. Kolbrún María með 21 stig, 11 fráköst, 2 stóðsendingar, 4 stólnir, 24 í framlag. Afsakið 34 í framlag. Frábær leikur. Henni næst í stigaskóri er Ára Björk Óladóttir með 12 stig. Nú að taka þess heldur 2 fráköst og 1 stóðsendingu. Keflavíkurmein. Þar er stigahæst Ásdís Elva Jónsdóttir, 9 stig.
allt á 3 stiga skotum, 3 af 9 og auk þess með 2 fráköst, 2 stolna. Henni næst Hanna Gróa. Hanna Gróa komið með 8 stig og 3 fráköst og 1 stolinn. En það ljóst að framundan mikil brekka fyrir Keflavíkurstúlkur. Afsakið, staðan var ekki alveg rétt hérna, hún 55-27 í hálfleik. Og tökum okkur hér örstutta pásu og komum svo aftur hér með síðara hálfleikinn á KF TV.
alltaf að láta ykkur vita að það eru nýgrillaðir hamborgarar upp í sjoppunni. Ekki fara á KFC á leiðinni heim, heldur grípið ykkur hamborgara hérna upp í sjoppunni. Endilega, nótið. Kæra áhorfendur KF TV. Þá fer síðari hálfleikur að hefjast. Staðan 55-27. Stefnunur Stjörnunni í vil. Minnum á frjáls framlög á styrktarreikning KF TV. Þannig sem að vilja leggja okkur lið. Einar tæknimaður mun varpa hér upp skilti hér eftir leik með öllum upplýsingum það. Fylgum maður hér að fjárstýra þessari útsendingu á sumarbústað eins og ekkert sé sjálfsagðara. Jæja. Þá förum við að hefja leik hér í síðari hálfleik. Keflvíkingar sem að hefja leik. Nei, Stjarnan á þennan bolta, segja þær. Já. Það er Kolbrún María sem að kemur þessi í gang. Ísolt með Ölmu í sér, Alma gerir vel að halda henni fyrir framan sig. Hanna og Kolbrúnu, þær skipta. Vel gert hjá Heiðrúnu, alla leið á körfinu og klára með vinstri. (57-27) Kamila. Stella horfir á körfuna, fær upp í skot. Var að taka, góð barátta hjá Ölmu. Og þetta er Keflavíkurbolti. Vel gert hjá Ölmu þarna. Stella sækir til hægri, finnur Hönnu sem þiggur hindrunina, tekur þristinn. Ekki niður, vel stíð út í Stjörnunni. Úr Einar þetta frákast. Kolbrún. Nei, stólinn bolti. Keflvíkingar komast inn í þetta. Alma ber boltan upp. Finnur Kamilu sem er með stuttan tvist hér sem dettur ekki. Heiðrún með frákastið. Vel gert hjá Heiðrúnu, frábær fótavinna, nær ekki að klára samt. Hanna á Ásdísi Elvu. Róar þetta niður. Hanna aftur með galopinn þristur fram að sig, tekur hann, en setur hann ekki. Keflvíkingar halda áfram að skjóta illa.
Elisabeth sækir á Hönnu, tekur kontaktinn, nær ekki að klára. Hanna með frákastið og sækir villuna á Elisabetu. Þetta stiga munur. Þetta verða Keflavíkurstelpur að taka þessa opnu þrista. Það er ekki verið að detta. Það er verið að halda fram að sækja á hringinn líka. Hanna með Elisabetu í sér. Tekur hindur frá Ölmu. Og Hanna nær að klára, snirtilegt. Þolimóð. Ísold tekur á stað. Rosaleg yfirferð á henni Ísold. Hún fer bara alla leið og klárar. Frábærlega gert, þvílíkur íþróttamaður. Glæsilega gert. Það er rosalega erfitt að stoppa hana þegar hún er komin á ferðina. Mikið jafnvægi. Ísold komið 9 stig, spurning hvort að bæta því 10. hér við. Gerir það. Það er 60-29. Stís. Já, feikar hend og svo fer allavega á hringinn. Óheppinn að setja það ekki, vill og villu, fær ekkert. Sýndist vera lítið í þessu en hver veit. Kolbrún, vörðinu Keflavík. Alveg hérna, heillum horfinn hérna. Röltir hérna í rólegheitunum upp að körfunni og setur sitt 23. stig í leiknum. Sama hinum megin Ásdís, allavega á hringinn. Klárar ekki, Kolbrún með frákastið, ítir honum upp. Bára og Ísoldu og Ísold afsakið og Bára aftur 2 stig, Vísfjari og Alma með frákastið. Það var Alma. Þeir eru í handoff á Ásdísi. Ásdís sækir á Elisabetu og fær greiðarlega upp á körfunni og klára núna. Já, ok. Ísold sjáðu, já. Fær bara hlaupabrautina, hún fer bara alla leið og klárar og aftur sækir hún villuna. Keflingar steinsofandi hérna í transition vörninni. Stígur enginn fyrir og Ísold takkar bara fyrir sig. Fer bara og sækir kontaktinn og klárar. Takk fyrir mig. 64-31. Vítið honi. Ásdís fær smá hlaupabraut. Stella í þristinn. Já, sækir sitt eigið frákast og tapaði bolti. Skjöldistelpu sækja. Kolbrún með opinn þrist. Beint honum. Það er á eldi hérna. 26 stig frá henni. 68-31. Ásdís kikkið á Stellu og Ásdís virðist þarna meiðast sig aðeins á dræfinu. Hún er með þetta sé ekki alvarlegt. Grípur hérna hnéð, sýnist mér. Flott árás hérna hjá Ásdís Elvu. Finna opnamanninn í horninu. Já, staðinu. Stingur aðeins við. Þetta sé ökkli. Eða hvað, þetta er sköflungin eða hnéð, þetta er ekki alveg viss hérna hvað þetta er en virðist vera svona svolítið þjáð, ætlar að harka þetta af sér. Úrslita leikur. Þannig að finnur Stellu sem er með greiðarlega upp á körfunni, fer og klárar ekki. Óheppinn, Ísold með frákastið, 1-1 á Hönnu, fer á hægri höndina sína og klárar. Og nei, Ásdís virðist þurfa að yfirgefa völlinn allavega í stundarsækir. Stundarsækir í það minnsta. Sigurbjörg Diljá leysir hann af hér í fyrsta skipti í leiknum. Hún kemur inn á. Hanna með Ísold á sér.
óþægileg nærvera hérna hjá Ísold í vörninni. Hún er svo þjóðótt. Lætur sóknarmönnum líða illa með boltan. Þetta er Stjörnubolti. Alma hér á Ísold. Kolbrún íhugar þristinn, vill fá hindrun frá Elisabetu sem hún fær. Elisabeth, Ísold, Kolbrún á vinstri, allalega á körfuna, spjaldið honni. Þolinmæðin skilaði sér þarna á Stjörnunni. 72-31, 41 stigs munur. Alma sækir til vinstri, Elisabeth kom með hönda á þetta, frábært kött hjá Sigurbjörg Diljá. Óheppin, rúlar upp úr, sækir uppkastið. Svolítið stöngin út hjá Keflavík að klára upp í körfuna. Rúlar alltaf. Kamila. Stellu. Tekur þristinn sýndist mér, hann er af. Ísold. Hún er farin. Alla leið. Nei. Frábær vörn hjá Hönnu núna. Góðar hendur þarna. Nær að slá þetta niður í hnéð á Ísold og þetta er Keflavíkur bolti. Stella. Bára í henni. Bára innbytt á svipinn hérna, heldur henni vel fyrir framan sig. Alma. Sigurbjörg Diljá. Tekur þristinn. Smekklegt. Beint honni. Mikið sjálfstraust í þessu skoti. Flott innkoma hjá henni. Ísold. Sækir til vinstri. Nær ekki að klára. Elisabeth er í þessu. Og nær að halda þessu á lífi. Bára. Stuttur. Baráttum boltan, mikið baráttu. Heiðrún kemur upp með þetta. Elisabeth, auka sending. Bára aftur. Bingo. Frábær boltarhreyfing á Stjörnunni. Mikið ryþma skot þarna. Stella. Frábær sending á Sigurbjörg Diljá fyrir reversið, en Heiðrún verið þetta. Slæm sending hérna aftur og Alma nýtir sér það. Hyrður upp mólana. Ísold, hún er bara farin. Leggur á stað. Finnur Báru aftur í þristinn. Dettur ekki. Heiðrún er í þessu. Finnur Kolbrúnu. Sækir inn í teginn. Sækir kontaktinn. Það er bara allalega á körfuna. Hér er bara nokkurn veginn það sem henni langar. Kom með 30 stig stelpan. Drottning á vellinum í annars frábæru Stjörnuliði. Bæði lið gera hér breytingar. Elisabeth og Heiðrún koma út af Stjörnumegin og Alma Keflavíkurmegin. Fanny og Bó koma hér inn hjá Stjörnunni. Hanna Gróa. Sigurbjörg Diljá. Birgitta. Setur hindrun fyrir Kamilu. Kamila fer á vinstri höndina sína. Stella María í þristinn. Og hann er niður. Hlaut að koma að því. Það er Bó. Sigurbjörg Diljá. Hún haldur henni fram með sig. Frábær hjálpavörn á Stellu. Ná ekki að kroppa í þetta. Hvað? Kolbrún. High pick-up. Nær ekki að klára. Tekur sitt eigið frákast og sækir villuna. Virkilega gaman að fylgjast með þessum. Já. Það er varla sanngjarnt að kalla þessar stelpur efnilegar inn í Stjörnunni. Þær eru bara mjög góðar í körfubolta. Tæknilega virkilega fínar. Öruggar á boltanum. Með alls konar hreyfingar í vopnabúrinu. Það er hér eiga prýðisleik 78-39 og
3 mínútur eftir hér af 3. leikluta og kannski full snemmt að kalla þetta en holan orðin ansi djúp fyrir Keflavík og fá ummerkjum að dramatist comeback verði hér á næstu mínútum en útilokum ekkert. Stella aftur í þristinn og hann skoppar af. Kolbrún með enn eitt frákastið. Finnur Ísoldur hröðsókn núna, 2 og 2 hérna. Ísold alla leið, sækir að Birgittu og klárar. Ísold á komin hérna með 17 stig. Atkvæðamikil hér í síðari hálfleik. Birgitta, Stella, fær hindrun, Finnur Kolbrún kemst inn í þessa sendingu. Ingibjörg. Fanney með Birgittu í sér. Kolbrún biður hann hérna á low post, fer í vinnuna og klárar. Hann skora hér körfur í öllum regnbogans-litum og smá kæruleysi í Keflavík. Stjarnan tekur þetta. Kolbrún á bó, frábært spil. Virkilega vel gert og Jón Halldór kann ekki meta þetta andleysi hérna þessa stundina hjá Keflavíkurstúlkum. Uppgefa tónn í þeim. Það þarf að blása hér vel í seglin. Klára hann að leik með sæmd. Halda þessari baráttu áfram. Stjörnustelpur hér í nánast í hlutlausum núna. Sigla þessu hérna í rólegheitunum áfram. Kolbrún María 34 stig hér í 3 leiklutum. 16 fráköst. 4 stólnir, 2 stóðsendingar. Ísold Sævarsdóttir hér. Við skulum tala nú ekki um skotnýtinguna hjá Kolbrúnu. 12 af 16 í tvistum. 2 af 4 í þristum. Ísold með 17 stig. Skjóta vel. 50% skotnýting. Það sé ekki 54% skotnýting. 6 fráköst og 3 stóðsendingar. Búin að hafa sig hæga í stolnum boltum sem hafa verið svona eitt af hennar aðalsmerkjum. En Stjarnan búin að stela hérna í heildina 9 boltum. Þetta dreifst bara vel hjá þeim. Nei, ég lík því. Kolbrún María hérna með 5 stólna. Aðrar minna, orðað þannig. Keflavík Ásdís Elva með 10 stig, 11 stig og 3 fráköst, 3 stólnir. Anna Gróa, 10 stig og 4 fráköst. Aðrar minna. Kemur Ásdís, sækir hér á Fanney. Fær hindrun frá Birgittu. Kamila á Ásdísi Lilju. Það að sækjast aðeins í botnan. Finnur svo kikkið á Sigurbjörgu. Sendingin aðeins of laus þarna. 6 sekúndur á skóklukku. Ásdís á móti Heiðrúnu. Nær að verða þetta. Birgitta með frákastið og klárar. Vel gert hjá Birgittu. Það var Bó. Sækir á Kamilu sem er að halda henni fyrir fram að sig. Góð vörn hjá henni. Og hún er dæmd brotleg og tæknivilla sýnist mér að auki. Við erum kvartað þarna yfir þessum dómi. Ég ætla nú ekki að setja sér dómarasætið. Treysti bara tríóinu hérna til að sjá alfarið það. Það var bara fín tök á þessum leik. Bára setur teknivítið onni. 85-41, 1:15 eftir hér á þriðja leikluta. Stjarnan á boltan. 17 sekúndur á skóklukku. Á Báru, Bára á Fanney. Þessi mikið yfir. Ingibjörg. Nei. Það er ekki að klára þetta og þetta er Keflavíkurbolti. Ekki nema loft. Sigurður Diljá, Ásdís Elva, ber boltan upp á móti Fanney.
Ásdís Lilja á vinstri höndina, finnur Kamilu þarna, fínt spil. Þessir af. Bára með frákastið. Sækir hérna upp vinstra megin. Og flott vörn hjá Ásdís Elvu þarna. Ná að stoppa hana en síðasta snerting af henni að mati dómara. Bó, fær hann fyrir upp með þryggjastelínuna. Þannig. Bó aftur á köttuninn teginn og Kamila dæmd brotleg. Mikill hreyfanleiki hérna í sókninni á Stjörnunni. Og Bó fer þá og sækir, freistar þess að setja niður 2 víti. Kamila fær hérna sína 3. villu. Allar hafa komið í þessum leikluta. Fyrsta víti niður. Og það seinna ekki niður, en Heiðrún aggressív í frákastinu og klárar. Notar löngu hendurnar sínar. Kamila á móti Báru. Bára brotleg hérna, tegir sig full langt í kökukrúsina. Það er sína 3. villu. Bára búin að eiga skínandi leik líka, 16 stig frá henni. 16 stig, 5 fráköst, 2 stoðsendingar og 2 stolnir hjá Báru. Ljómandi fínt. Það Birgitta. Ásdísi, þykkur hindrun, þær skipta á því. Kamila kemur upp úr skínunni hinum megin. Freistar þess að fara 1 á Bó. Sem að verið þetta skot bara, hefur lengdin á hana, en Kamila nær þessu, seinni bolta og klárar. Vel gert Kamilu. Síðustu sekúndurnar, 3 stiga Ingibjörg. Þessir af. Komið þó upp skoti, 89-43 staðan hér eftir 3. leikluta, 46 stiga munur. Og held að það sé ekkert orðum ofaukið að segja að það þurfa ansi athyglisverðir hlutir að eiga sér stað hér í 4. leikluta til þess að Stjarnan hampi ekki Íslandsmeistara titlinum. Minnum á hér, klukkan 8 hefst leikur IR og Stjörnunnar í 11. flokki karla. Minnum á að til þess að horfa á hann, minnum við á að refressa síðuna hjá okkur. Þarf að refressa eftir hvern leik. Þar er von á alvöru slagrimmur þessara tveggja liða í 11. flokki IR og Stjörnuna. Alltaf verið geggjaði leikir, vægað sagt. Við höfum von á alvöru leik þar. Kæmi mikið á óvart ef að það yrði samið upp á teiningnum og við erum að horfa upp á núna. En sjáum til. Þó nokkrar af Keflavíkur-stelpunum munu vera hér aftur í aksjóni á sunnudaginn þegar að loka leikur helgarinnar fer fram í ungmennaflokki kvenna þar sem að Keflavík tekur á móti sameiginlegu liði Vals og KR í ungmennaflokki kvenna. Smá reikistefna hér á ritaraborðinu.
Dómararnir biðja hérna smá tíma til þess að greiða úr því. Besta mál. Það þétt dagskrá hjá okkur hérna helgina. Við byrjum hérna klukkan 9 í fyrramálið aftur. Það að segja eftir að leik ÍR og Stjörnunnar lýkur hér á eftir. Þá tekum við langur dagur hér á morgun og sunnudaginn. Við byrjum klukkan 9 í fyrramálið þegar að Valur og Fylkir munu leika í 10. flokki karla, 4. deild. Þar á eftir 11:30 Hamar Þór sameiginlegt lið. Það mætir Val í 10. flokki karla líka. Það í 3. deild. Klukkan 2 Tindastóll Grindavík í 2. deild ungmennaflokks karla. Svo lýkur deginum hér með leiks Stjörnunnar og Breiðabliks í 10. flokki karla klukkan 16:30. En 4. leikluti, hann kominn að stað. Það Bó sækir Ásdísi Lilju sem gerir mjög vel hér í vörninni, heldur henni fram sig Elisabeth, finnur þó Bári hérna galopna í horninu. Gengur ekki, Birgitta og Fanney berjast hérna frákastið. Eftir uppkast og Keflavík á þennan bolta. Sjálfa Ásdísi Lilju. Hann Gróa með Heiðrúnu í sér. Ásdís aftur. Og Ásdís Lilja hótar skotinu, fer inn í teginn, finnur Hönnu Gróu, feikar sendinguna og dræðar baseline. En Bára og Heiðrún hérna mættar. 1 sekúnd og skóklukku. Og Keflavík á þetta engast hér undir körfunni. 1 sekúnda, það þarf að vera fljótar að koma skoti. Ásdís Lilja, lætur vaða. Hittir ekki, Birgitta með frákastið og sækir villuna á Elisabetu. Var ekki alveg viss þarna. Og Birgitta þegar hún fekk boltan í hendurnar, hvort hann hefði snert hringinn, en svo var raunin og litla hikið þarna á henni. Það var nóg til þess að Elisabeth fipaðist aðeins og braut af sér. Birgitta setur fyrir að vitið. Komið með 3 stig, verða þau 4. Ekki að þessu sinni. Elisabeth með frákastið og villan dæmd Ásdís Elvu. Veit upp þessu sökina. Þriðja villan á Ásdísi Elvu. Kom með 11 stig. Ásdís Lilja. Á móti Fanney. Fanney ber upp boltan. Einbyttingin skín hérna úr leikmönnum. Bó með galopni þrist. Víðsfjarri. Ásdís Elva með frákastið. Þannig að sækja hérna upp til hægri. Kasta boltanum bara frá sér. Engin keflingu þarna. Kvenka sér aðeins hérna. Situr eftir. Heiðrún. Nei. Elisabeth. Kasta boltanum út af. Skipting hjá Stjörnustúlkum. Fanney kemur út af. Kolbrún inn. Fanney stigalaus en búin að gera virkilega vel hérna varnarminn á vellinum. Og láti boltan fljóta vel hérna sóknarmegin. Spila sitt hlutverk vel. Ásdís sækir. Ásdís Lilja fær hérna sendinguna frá hún í horninu. Það af. Kolbrún með frákastið og Bára hleypur völlin vel. Skrefar hérna óheppinn. Fekk hann hérna aðeins aftan sig og náði ekki jafnvæginu.
Hanna Gróa, móti Elisabetu. Sækir, nei, jú. Late call en sennilega rétt dómur. Ástísson að finna mann. Hönnu sem sækir til vinstri, reynir að fara allarlega á körfuna. Frábær vörn hjá Báru, nær að þvinga uppkastið þarna. Sterkar hendur. Þetta er Stjörnubolti. Það er Bó. Setur að Birgitu. Gott fótavinna, hittir ekki. Og brýtur af sér þarna Sigurlaug Eva grimm í frákastinu. Og ég tók nú ekki alveg eftir hvað gerist þarna. En Keflvíkingar vilja falla á tæknivillu. Dómarar leiksins ekki alveg á því. Ég meina hann hefði kastað boltanum þarna í burtu. En áfram heldur leikurinn. Ásdís Elva, Ásdís Lilja. Eva, já, kemst hún á körfuna? Nei. Kemur boltan þá Ásdísi Elvu og hann er af. Kolbrún með frákastið. Elisabeth með hindrun fyrir Kolbrúnu sem finnur Elisabetu aftur. Kikkur út í horn á Bó. Víðsfjarrið þessi þristur. Ásdís keyrir hratt upp völlinn. Finnur Hönnu þarna, smá hik á þeim. 7:20 hér eftir að fjórða leikluta. Fátt sem getur komið í veg fyrir það að Stjarnan verði Íslandsmeistari hér í 10. flokki kvenna. Frábær vörn hjá Kolbrúnu, Sigurlaug Eva. Sótti þó fast á körfuna en hæðamunurinn og mikill þarna. Þá skipta Keflvíkingar sínum. Já, fjórföldsskiptingarnir hjá Keflavík, finnst mér. Og út að fara allavega 2 Ásdísar í liði Keflavíkur og engar áhyggjur. Það er eiga einu viðbót þarna. Ásdís Georgsdóttir sem hér er til varnar. Undir Ninju. Setur hérna fína press á hana. Elisabeth á Hrönn sem gerir vel að halda henni fyrir fram að sig. En Kolbrún með skemmtilegt köpp bara hana. Einu óvöldu í teiknum. 91-44. Kamila í stuttan jumper. Geigar og Kolbrún með frákastið. Komin hérna með trölla tvennu og ansi líklegt að Kolbrún María verði valinn hér maður leiksins að leikloknum. Bolta á Stjarnan. Kolbrún María komið með 36 stig og 19 fráköst, 5 stolna. Þvílík lína. Heiðrún á Ninju sem gerir vel, fer baseline, finnur Heiðrúnu sem finnur Elisabetu sem fann Magnu og Kolbrún 5 á skóklukku. Frábær fótavinna og klárun. Ofboðslega mikið jafnvægi og yfirvegun yfir þessu hjá henni. Kolbrún verið að spila
stórt hlutverk með meistaraflokki kvenna og Stjörnunni í vetur. Já, Magna kemst inn í þennan bolta. Stelur þessum og það er brotið á henni. Ingibjörg, Stellu. Undir henni smávesinni, nær að koma boltanum á Elísabetu. Lítur í kringu sig og ákveður að sækja bara hérna til hægri. Finnur svo Magnu, dræfar allavega á körfunni, reynir að klára hér með vinstri. Gengur ekki, Elísabet með frákastið, nær ekki að klára heldur. Kamila á Hönnu. Stella. Skoðar þristinn, tekur hann og hann rúlar hér af spjaldinu öllum hringnum og þaðan beinulstilegið onni. Annar þristurinn hjá Stellu í þessum leik og hér hafa dómarar leiksins fengið sér sattan af einhverju tuði hérna Keflavíkurmegin og flauta hér tæknivillu á Keflavíkurbekkin. Á þjálfarateymið. Það er Tinna sem að setja þetta víti niður. Minnum hérna á upplýsingarnar hérna. Þykjum öll frjáls framlög fyrir þá sem vilja styrkja okkur hér á KFTV. Til frekar ykkur voru að verka. Minnum þá fá stöðuna aftur upp hérna ef Einar getur græja það. Elísabet, allarlega á hringinn, ekki Onni. Löng sendinga, Ásdísi full-löng. Alltaf að reyna þetta hérna. Vel hlupið völlin hérna í Ásdísi Freyju. En sendingin ekki spot on, eins og að segja. Tinna. Fær bara þægilega leið upp á körfunni en þar mætir Hrönn og segir nei takk. Og Kamila þvingar hérna uppkast og Örinn segir að Keflavík eigi þennan bolta. Já, 4:45 eftir hér að 4 leikluta og svona formsatriði að klára hana leik fyrir Stjörnuna. Þvingar halda þó áfram að reyna að narta. Þetta er villa, já. Kamila sótti þetta inn í teginn og Ninja brýtur af sér. Fær sína aðra villu. Kamila. Já, tekur bara skotið, engin vörn. Hann er af þó. Alltaf að kíkja á þetta. Stella, þess að stela honum þarna, en því ekki, hann Ninja. Fín vörn í Ásdísi. Stjörnur fyrir ná að halda þessu hér á lífi eða hvað, já. 9 sekúndur á skóklukku. Gertur hann hérna að mæta. Eftir Ásdís hafði lokað leiðina körfunni. Stella til varnar, fengið Ingibjörgu, Magna og Kamila kemst inn í þessa sendingu. Ein á Magnu, sækir til hægri, Magna kemst inn í þetta, en Hrönn Herborg, dugleg. Og vel varinn bolti þarna hjá Ninju. Magna til varnar og hún brýtur af sér, full aggressív hérna með hendurnar. Og þá eru Keflvíkingar komnir í skotrétt. Kamila á línunni, fyrra viti niður. Og
Seinna af. Elisabeth með frákastið. Kamila komið með 7 stig. Elisabeth, Ninja. Kapriving fer allavega á körfuna, nær ekki að klára og Hrönn Herborg sterk. Tekur frákastið, vel gert. Hanna Gróa. Upp á Stellu, flott kött hjá Kamilu sem klárar ekki. Óheppin. Búin með alla erfiðisvinnuna, bara kom honum niður. Hanna Gróa, ein hérna á móti Ingibjörgu, nær ekki að klára. Ninja. Elisabeth aftur á Ninju. Og vel gert hjá Ásdísi Freyju og Stellu þarna komast inn í þetta. Kamila. Hrönn að biðja boltan, hún er galopin, vel gert hjá Hrönn Herborg þarna. Biðja boltan, fór beint á hringinn. Lét vita af sér og er vel launuð fyrir. Elisabeth, hún er að sækja hér á Hönnu. Magnea. Tinna. Biður hindrun frá Ingibjörgu sem hún fær, það er skipt á því. Ninja. 6 á skóklukku, Stella kemst inn í þetta. Smá vesen á Stjörnunni núna. Og Keflvíkingar sækja Hanna Gróa, fer í flóter hérna. Hrönn Herborg með frákastið og skorar aftur. Vel gert hjá Hrönn. Og Ásdís Freyja kemst inn í þetta. Já. Varamenn Keflavíkur að skila hérna bara fínni vinnslu. Og fá þær hérna skiptingu Ásdís Freyja og Hrönn Herborg. Það gera vel. Tvær mínútur eftir 94:52. Það er að Tinna Fanney hér. Ásdísi Elvi til varnar. Magnea, flott vörn hjá Ásdísi. Fanney og Birgitta til varnar. Flott hreyfing. Magnea verður að taka þristinn þarna. Hann er stuttur. Fín vörn þarna hjá Keflavík. Og dómararnir meta sem svo að skóklukkan hafi runnið út og þetta er Keflavíkurbolti. Kamila. Já, fer vel með boltan og sækir vill á Magnu. Vel gert hjá Kamilu. Og hún fær þá 2 vítaskot. Þeirra vítið niður. 8. stigið hjá Kamilu. Þetta 9. 94-54, 40 stiga munur. Ingibjörg fær hindrun frá Fanney. Stella gerir vel að koma sér þarna í gegnum það. Ninja. Ekki að klára. Stella. Nei. Jú, það er haldunum. Ásdís Elva tekur skotið. Þetta eru 2 stig. Ef hann dettur, sem hann gerir ekki. Fanney. Ingibjörgu. Tinna. Bæn. Vel gert hjá Ingibjörgu þarna. Afsakið var þetta Tinna. Stella. Og Hanna sækir á körfuna og nær að draga villuna á Ninju. 2 skot. Fyrra niður.
og seinna líka Hanna Gróa 11 stig. Atkvæðamest í Keflavík-liðinu ásamt Ásdísi Elvu líka með 11 stig. Þetta er stolinn bolti. Kamilla, nú er það í yfirtölu. Hanna feikar sendingun og klárar. 13 stig frá henni. Sárabótastig þessar mínúturnar hérna hjá Keflavík. Og Tinna Ópin að dribla beint í lappirnar á sér og Keflavík fær hér boltan 22 sekúndur tæplega eftir. Stjarnan búið að landa þessum leik og það fyrir nokkur síðan. Sýnist Ásdís Elva ætla bara að dribla þetta hérna út. Það eru stjörnustúlkur sem eru Íslandsmeistarar í 10. flokki kvenna. Keflavík á þá loka skotið. Kamilla, það er af og þá er það orðið ljóst. Stjarnan Íslandsmeistari í 10. flokki kvenna. Sannfærandi sigur hér á Keflavík. Virkilega vel að verki staðið. Til hamingju stjörnustelpur og þjálfarateymið Adama Darbo og Vignir. Keflvíkingar geta þó borið höfuðið hátt eftir fínt tímabil. Unnu deildakeppnina en fullmanna stjörnulið of stór biti hér í dag. Nú atkvæðamestar í þessum leik í liði stjörnunnar er það Kolbrún María með 38 stig, 19 fráköst, 3 stóðsendingar og 5 stolna bolta og 1 varinn. 59 framlagspunktar, dömur og herrar. Takk fyrir kærlega. Henni næst í stigaskori var Ísolt Sævarsdóttir með 17 stig, 6 fráköst og 3 stóðsendingar og 1 stolinn bolta. Og henni næst er Bára Björk Ólafsdóttir með 16 stig og 5 fráköst og 2 stóðsendingar og 3 stolna. Keflavík, Hanna Gróa Halldórsdóttir með 14 stig afsakið og 4 fráköst. Keflavíkur, gefið þeim gott klapp. Það er að veita silfurverðlaun. Flott tímabil hjá Keflavíkurstúlkum. Silfrið oft súrt en samt góð áminningum, góðan árangur. Geta verið stoltar. Þarna eru í þessum tveimur liðum eru þó nokkrar landsliðskonur, þar að segja sem eru í 16 manna hópum U16 landsliðs kvenna sem mun taka þátt í 2 verkefnum í sumar, Norðurlandamóti og Evrópumóti og fara æfingar brátt að hefjast fyrir það, þannig að það er til mikils að hlakka til fyrir þær. Það er gaman að fylgjast með yngri landsliðunum í sumar. Einar Hannesson fyrir hönd KKÍ og Daniela Wallen, leikmaður meistaraflokks kvenna. Já, hér verðlaunaafhendingu. Þetta eru feðgarnir. Skila góðu dagsverki. Já, dagsverki, góðu tímabili hérna. Skila gott klapp fyrir. Nú, þá ætlum við að veita stjörnustúlkum medalíu fyrir fyrsta sæti. Glæsilegt lið. Stjarnan spila ofboðslega skemmtilegan körfubolta. Mikið flæði, mikið hraði, mikil ákefð. Vel að þessu komnar. Einfaldlega betra liðið hér í dag. Framtíðin virkilega spennandi í Garðabænum. Kvennamegin verður ofboðslega gaman að fylgjast með
liði Stjörnunnar í Söpudeild kvenna næsta vetur. Koma upp sem nýliðar sem að fóru í bikarúrslit á liðinu tímabili og líklegt að það láti vel að sig kveða. Og nú fátt eftir en að verðlaunamann leiksins og afhenda sjálfan Íslandsmeistaratitilinn, bikarinn, afsakið. Er ekki viðeigandi að gefa Stjörnustúlkum klapp? Nú, áður en að við veitum Íslandsmeistarabikarinn, þá ætlum við að veita verðlaun fyrir, ef ekki að segja, stúlkuleiksins, frekari maðurleiksins. Og nefndin hefur fundað stíft. Nú stúlka leiksins, hún er með 19 stig, 19 fráköst, 3 stóðsendingar, 5 stolna bolta, 38 stig og hvorki fleiri en 59 framlagsstig. Og það eru Kolbrún María. Það held ég, engin spurning. Kolbrún María, frábær leikur hjá henni. Fremst meðal jafningja. Þá erum við fá fyrirliða Stjörnunnar hérna fram og Daníela ætlar að afhenda þeim bikarinn fyrir Íslandsmeistaratitilinn. Og koma fyrirliðarnir Bára og Ísold. Taka við bikarnum fyrir höndunum til hamingju. Stjarnan Íslandsmeistarar í 10. flokki kvenna 2023. Glæsilegt lið. Heyrðu, þá ætlum við að fá að stilla þeim hérna upp og Gull ætlar að taka Þá, einu af fiskjarninn. Förum við að ljúka þessum leik. Við minnum á að hér klukkan korter í 8. Eftir 30 mínútur ætlum við að hefja útsendingu aftur og fylgjast með leik Stjörnunnar og ÍR í 11. flokki karla. Minnum á að það þarf að refressa síðuna til þess að komast inn í þá útsendingu. 19:45 verðum við mættir hér aftur. Við kveðjum í bili með þessum myndum, leyfum þeim aðeins að lifa hér. Sigurður Friðrik Gunnarsson, Einar Þór Björgvinsson, Sigurður Karl Gunnarsson og Arnar Freyr Elvarsson þakka fyrir sig í bili. Sjáumst á eftir. Nú er foreldrarnir velkomin að koma hérna niður og taka myndir. Tökum okkur svona 3 mínútur í þetta því að styttist í næsta leik. Gjörðu svo vel. Drengir sem er að fara að keppa leikinn, gefið okkur nokkra mínútur til að klára myndatökur áður en þið farið að leika ykkur. Tekur örfáa mínútur.